Nú ætlum við aðeins að kíkja á spegilsamhverfu. Spegilsamhverfa í raun þegar við erum með mynd sem að lítur einhvern veginn út. Við skulum skoða bara einfaldan broskall. Hann með spegilsamhverfu því ég get teiknað í raun í gegnum hann spegilás. Hann eins báðum megin. Ef ég myndi leggja spegil á þetta öðru hvoru megin þá sæi ég heila mynd. Og spegilásin getur verið lóðréttur, láréttur og ská hvernig sem í raun og veru. Þegar við lífverur, við sjálf erum hálfgerð spegilsamhverfi, við erum ekki alveg nákvæmlega eins hægra megin og vinstra megin, en í grundvallar atriðum erum við eins og sama á við flest dýr, þau eru það sem kallað tvíhliða. En ef við getum teiknað einhverja línu og lagt spegil á, þá myndin það sem við kallum samhverf. Og ef við erum með til dæmis punkt hérna og línu og við eigum að spegla þessu yfir línuna, þá línan spegilásinn, þá þurfum við að finna út hvað þetta langt frá línunni hérna og í nákvæmlega sömu átt teikna nýjan punkt sem jafn langt frá línunni hinum megin. Þannig virka í raun svona spegilsamhverfur. Og við getum þurft í sömum, ef ég væri með hennar spegilás, þá gæti ég þurft að færa svona þríhyrning. Þá þarf ég að færa hvern punkt yfir og þá myndast þríhyrningurinn hinum megin. Kannski ekki alveg rétt hjá mér, en ef við varum að mæla þetta með reglustik og gera þetta almennilega, þá á þetta geta virkað. Svona.